Góðan daginn, gott fólk, og velkomin hingað. Þetta er þátturinn sem heitir nú bara Guðsorðið, eða ekki? Guðsorða þátturinn. Og bendir til þess að hér verði Guðsorðið í einhverju formi talað. Besta mál. Og í desember og þegar nær dró jólum og þá ætti þetta nú að vera okkur kærkomið að heyra Guðs orð og sumum er það kærkomið, sumum er það alltaf kærkomið og það er fólki sem að er þetta svokallað, eða er þetta trúað fólk, ekkert svokallað, er þetta trúað fólk og það vill vera það sem orðið er sagt og talað. Það er nú bara þannig. Það er eitthvað í hjartanu okkar sem að ýtir okkur alltaf að orði Guðs og sem segir okkur það að Guð er yfir. Drottinn Jesús er yfir. Það er hann sem metur okkur alltaf að sjálfum sér og til orðsins sem að við eigum í bók sem heitir Biblían, Nýja testamentið, Gamla testamentið, sem við lesum mörg hver, kannski flest daglega og má vel mæla með því að orð Guðs sé lesið daglega. Þú í raun og veru verður aldrei fullnuma í orði Guðs, þannig er það nú bara byggt upp. Því að orð Guðs, trúin þín, hún býr til í þér einhverja þörf til að vera í þessu orði og áratugum seinna ertu raunverulega á sama stað að vilja vera í þessu orði og hvergi annar staðar. En þú náttúrulega ræður alveg sjálfur og sjálf hvort þú gerir þetta eða ekki. Bara þetta verk sem ég er að gera hér, ég þarf að ýta mér í þetta sjálfur því að ég gæti alveg sleppt því og hef oft velt því fyrir mér að sleppa því. En að þegar vilji Guðs er yfir og hann auðvitað tekur sér bólfestu í manni og konu sem er hann, að þá er eiginlega engin leið frá þessu. Af hverju leið frá þessu? Því við erum bara mannlegt fólk, það er nú bara þannig. Erum svona í dag og öðruvísi á morgun jafnvel. Þannig að togstreitan hún heldur áfram að vera til staðar og orð Guðs hefur orðið við þetta veikleiki. Og þetta er ekkert af neinu öðru en veikleika. Af hverju vilja menn yfirgefa Krist og sumir yfirgefa Krist? Af hverju haldið þið að sé af öðru en veikleika? Eitthvað gerðist, segjum það, milli manna og þá blossaði upp þessi veikleiki og þú sást undir iljarnar á einum og tveimur jafnvel. Af hverju? Hvað skeði? Hvað skeður þegar menn eru annars vegar? Það þarf ekki endilega mikið að hafa skeð, en það skeði eitthvað. Og þessi veikleiki minn og þinn og okkar vaknar með þau orð og vörujafnvel að hér er ekki verandi. Alþekkt og þetta er ekkert að ganga sér neitt til húðar. Og þetta er gott fyrir okkur að vita og líka að vita leiðina sem heldur utan allt saman hjá okkur sem er þessi veikleiki. Og þá kemur upp styrkleiki og styrkurinn liggur allur í trúni á Jesú, í orði Guðs og að vera þeim megin í lífinu. Þannig að við sjáum að við hefum valkosti upp á hvern dag og hvort valkostin eru að tosa upp úr hattinu. Ég veit það ekki. En hingað til hefur mér nú lánast að toga upp úr hattinum það sem heitir trú og þess vegna heldur maður áfram við þetta alveg endalaust í áratugi þess vegna og á þess að maður sé neitt að pæla í áratugunum á baki, það er bara nýr dagur núna og maður eldist og er hérna ennþá og þá getur maður fara að tala í áratugum. Alltaf bara nýr dagur, nýr dagur. Nýr dagur sem byggir ofan á það sem er og tilverður öflug trú sem að bætist alltaf ofan á það er svo merkilegt með þessa trú að eftir því sem þú leggur stund á hana meira
þá bætist alltaf ofan á hana. Og hvað gerir við þessa bætingu sem að kemur ofan á? Ef þú ert trúið manneskju þá viltu vinna eitthvað meira úr henni. En allavega bætingin svo að grunnurinn sem þú byggir trúnaðinn á, hann alltaf að vera styrkari og stærri. Þannig að þú getur svona sveiflast svolítið til á veginum á þessum grunni á þess að skuttlast út á honum. Þetta nú það sem við erum að gera. Við erum að byggja svæðið okkar og gera það svo stórt og öflugt að við getum sveigt svolítið til að því að við erum þetta veiklundaða fólk. Og veiklundað fólk, eðli málsins samkvæmt, er þetta sveiflukennda fólk. Og hver þekkir ekki þetta? Þetta er það sem við sjáum til að mynda bara daglega oft og tíðum inn í söfnuðunum, í einu og öðru formi. Þannig að við sjáum að veikleikinn hann inn í þessu söfnuðum. Og þar getur ýmislegt sveiflast til. Og það þarf ekki alltaf mikið að gerast til þess að eitt og annað fara að sveiflast til. Ekki vegna þess að trúin eitthvað hipsum haps. Hún það hjá okkur, já. En bókstafurinn þessi. Trúin þessi. Og þú getur alltaf hresst hana við í þér og þá ert þú ekki leið að horfa til dyrana, leita á flóttaleið til þess að hlaupa út um. Nei, þú ert bara kyrr. Þetta eru átökin í manninum. Og þetta að birta eina birtingamynd, veikleika minn, segðu þetta með mér, veikleiki minn. Því ef ég viðurkenni veikleika, þá ég ekkert að viðurkenna mig eitthvað veiklundaðri manneski, heldur bara hvern sem Við erum öll þarna. En misjafnt samt hvernig við horfum á þetta, og þar kemur til kasta kennslunar. Hvaða kennslu ertu að nema? Ertu að nema þessa kennslu sem bara tala um styrk? Bara gera þetta? Eða ertu að tala um kennslu sem líka byggir á eðli mannsins sem þessi veikleiki hans? Ég held að það sé miklu réttari kennsla, það að benda mönnum á þetta og tala þetta til manna til að þeir geti farið að byggja sinn grunn réttan. Það það sem þú ert að byggja utanum, þú ert að byggja utanum þennan veikleika, þú ert að reyna að einangra hann æ meira og tekst stundum þokkalega og stundum ekki. En þetta verkefnið. Trúin til staðar og hún og hjartað að þykja alveg rétta kennslu hvort sem úr púlti eða frá því sjálfum bara heima. Út með alla rétta kennslu. En hitt dæmið í þér, þessi veikleiki, hann alltaf að blossa upp. Og og við vitum það, að það þarf ósköp lítið til þess að hann bálist upp. Það þarf ekki annað eitthvað augnaráð eða eitthvað orð óvart sagt að þá hann kominn bara á fulla ferð. Og jafnvel verður ástandið svo alvarlegt að undir iljar manna og kvenna sést. Þannig að ástæðan fyrir því að menn fari einhvað sem býr í hjarta mannsins sem stuða hann. Við köllum þetta annað orð. Það annað orð til yfir þetta, það orð sem við höfum í Biblíun og það veikleiki. Þetta alltaf veikleik. Þannig það langt síðan maður sá það að máli snýst að byggja undir þennan veikleika þannig að hann sé ekki lengur þessi veikleiki, þessi svakalegi veikleiki að það mægi ekki segja eða horfa með einhverjum engjarlegum augum á fólk, þá var það bara, já, þá var það komnar að staða einhverju hugsanir sem ættu ekki að vera. En þetta eitthvað sem að trúin vill komast inn í. Þess vegna erum við að boða trú. Þess vegna erum við að játa okkar trú á Jesú. Og við getum þakkað fyrir það að hann gefst ekki upp á okkur og veistu af hverju hann gefst ekki upp á okkur. Númer 1, hann elskar okkur. Og númer 2, þá veit hann að því að ég get gripið til veikleika
og í veikleika mínum farið að upphugsa eitthvað sem ég ætti ekki að gera. Það þetta sem trúin að takast á við í einum og sérhverjum. Og byggist maður upp, þá byggist maður upp í trúnni sem að stígur svolítið ofan á veikleika minn. Þannig að trúin já, hún töluvert segjum það, en hún þarf líka að fá að virka og vinna þannig að þessi veikleiki sé svolítið undir fótunum á okkur. Og þá trúin fyrir ofar það allt og þá erum við komnir með nokkuð öfluga trú. Hvernig ætlum við að halda þessar öflugu trú? Ég veit það ekki, ég biðja meira. Gera þetta og gera hitt. Það svo sem lengi verið kennslan, en það snýst ekkert það aðalega. Það snýst það hvernig þú ætlar að tækla málið, persónan þú. Þú þarft að glíma þessa glímu. Þú getur sagt mér hvað þú vilt, en þú þarft að glíma þessa glímu. Og ég get gefið ráð inn í það, svona, já, ef ég kann þau. En þú verður þá að nota þessi ráð til að vinna bug á þessum veikleika, þannig að hann víki til hliðar og styrkurinn á trúnni komi upp. Þú sér, og Kristus segir það sjálfur, hann segir, það verk að trúa á mig. Nákvæmlega. Það hellingsverk oft og tíðum að trúa á Krist. Þetta sem býr í okkur, þessi móðgunargirni og þessi höfnun og allt þetta sem við erum upp í rjáfur svo oft fulla af. Af hverju? Höfnun. Hvaðan kom hún? Hver var að hafna þér? Oft það nú þannig að okkur finnst að okkur hafi verið hafnað. Hver? Bent á hann. Þessi. Hver? Ég veit það ekki. Þetta að vera veiklunduð manneskja sem býr til alls konar í huga sér sem engin staður fyrir. Og kannski það vegna þess að við tölum ekki kannski alltaf saman með á réttum forsendum. Við tölum ekkert svo mikið þessi mál. En ættum kannski að gera það, en ég vona að ég lendi nú ekki í slíkri umræðu. Þegar mann langar til að vera í leiðilegri umræðu, þá drífum maður í eitthvað svona. Nei, við höfum þetta allt eins og við viljum, en við höfum líka orð Guðs. Hjartað fullt af trú. Munu hvernig þetta Hjartað fullt af trú. En erum við að nota þetta hjarta sem þetta fulla af trú? Ég veit það ekki. Ég efast það að við séum alltaf að nota það. En við erum eitthvað að nota. Því við erum náttúrulega fólk sem erum alltaf eitthvað að sýsla við og hugsa og pæla. Og hvaða hugsanir eru til dæmis þessi veikleiki að gefa okkur? Já, allir eru vonduð mig. Það hugsar enginn til mín. Svo fyrir utan það, þá veistu það bara ekki neitt. Það þetta sem að veikleikin gerir. En trúin aftur á móti kemur inn í það. Ef hún kemst að, það ekki alltaf svo hún kemst að, þá breytist þetta alltaf bara í styrk. Trúarlega styrk. Og hvort viltu? Ég veit alveg hvað þú vilt. Ég veit að þú vilt náttúrulega miklu meira en að trúarlega styrk og þennan trúarlega vöxt og hann getur fengið. En þú verður þá að gera þessi trúarlegu verk og temjast við þessi trúarlegu verk. Páll hefur orðin í þetta. Ég herði hverja hugsun til hlýðnis við Krist. Þetta leiðin. Hertaktu hugsun þína til hlýðnis við Krist og hvar sérðu hlýðnina við Krist? Þú lærir hana í orðinu og þú breytir því yfir á þig. Og þú gerir þessi verk. Og þegar þú ert komin af stað með þetta, að leyndardómur að fylgja orði Guðs,
þá einhvern veginn temstu við þetta og þetta verður að stærri partur af þér og þú ert bara komin alveg yfir í trúna, segjum það, en samt þessi veikleiki að sprikla þarna ykkur staðar inn í og ding, skýtur upp hausnum og þú sér þetta öðrum augum heldur en þú sást með augum trúarinnar. Þetta er baráttan. Hvað er búin að vera lengi trúaður? Ég er nú bráðum til að mynda búin að vera trúaður í 40 ár. Er ég þá ekki búin að ná þessu? Ná hverju? Mætti nú spyrja á móti. Ég er í þessum degi og ég er að glíma mína glímu inn í þessum degi. Já, kannski eftir að takast á við fullt af innan gæsalappa vandamáli sem koma upp. Og ég mun kannski glíma við þau flest í veikleika mínum og út úr því kemur bara steypa. Þetta er hluti af því að vera maður. Þannig að við sjáum alveg hvað okkur er gefið. Okkur er gefið sterkur Krist. Komið til mín, segir hann á einu stað. Til hvers? Við getum bara slakað á og bara hort, lagst upp í rúm og hort upp í loftið. Nei. Þú kemur til hans að þú færð afl til þess að leysa þín mál á farsalan hátt. Eins og Páll segir, við vorum að tala um áðan, ég hertek hverja hugsun til hlýðnis við, Jesú. Svo djúpt tekur hann í árinni. Og við veitum sögu Sáls. Hann ofsótti kristna menn og drap marga af þeim og viðurkenndi. Af hverju? Hann vissi ekki betur. Hann var undir lögmáli og lögmálið var bara ákveðin trú, er ekki annars? Jú, segjum það bara. Og svo kom Kristur inn í það og segir að hann hafi aflagt lögmálið, þannig sé að tekið það til hliðar. Það er ekki gildi það sem Kristur er. Og Páll Sál sér þessar kristnumenn og hann byrjar að berja á þeim. Og svo kemst það til trúar þegar hann var á leiðinni til Damaskus og Kristur mætir honum, Sál, hví ofsækir þú mig? Hver ert þú, Herra, sem ég er ofsækja? Það þekkti hann ekki. Ég er Jesús eða Kristus sem þú ofsækir. Og svo málið dautt. Þá var hann búinn að umskapa hjartað. Svo sagði hann, og þér verður sagt hvað þú átt að gera. Engin orð meira. Hann vissi hvað hann hafði. Og Páll segir, ég hertek hverja hugsun til hlýðnis við Jesú. Hann þekkti sína forsögu. Og veikleiki hans sem sagt opinberast honum með þessum hætti. Ég hertek hverja hugsun til hlýðnis við Guð. Það er það sem við gerum. Þetta er lærdómurinn. Og þessi miklu guðsmenn sem við þekkjum og tökum hattinn ofan fyrir, þeir gerðu þetta svona. Hertóku hverja hugsun til hlýðnis við Jesú. Við orð Guðs. Það er gæfuspor hverra manneskju. Af því að hún áður, alveg svo Páll, hafði viðurkennt þennan veikleika og hvað hann er afvegaleiðandi. Já, afvegaleiðandi. Sé hann ekki tæklaði með réttum hætti. Og hann segir, ég hertek hverja hugsun til hlýðnis við Krist. Páll, sem við berum mikla virðingu fyrir, sagði þetta um sjálfan sig, ætti ég þá ekki að þurfa að gera þetta líka? Alveg hiklaust, og ég viðurkenni það. Geri ég það? Allavega vil ég gera það, já. Ég vil að trúin mín sé öflug og hún vaxi frekar en dali.
Það er mitt val. Og þú getur alveg valið á sama veg. En þú verður þó að velja. Eina sem ég geri í raun og veru er að bara tala orð Guðs, segja orð Guðs og meina orð Guðs. Já, meina það. Ég trúi orði Guðs. Mikil er trú þín og einu minn. Ég veit ekkert hvort hún er mikil eða lítil. Mér finnst stundum að hún mætti vera 1000 sinnum meiri. En þetta er það sem maður er að baslast við að gera. Þannig að hrósunarefnin fyrir mann er ekki mikil. Hrósunarefni mitt, númer 1, 2, 3, 4 og upp í 100. Er bara ég þekki Jesú. Og ég má lifa með honum. Og hann lifir með mér og í mér. Það er mitt hrósunarefni. Og ég reyni í mínu veikamætti, á veikamætti, og nú komum við aftur á honum, að gera það sem hann er að bjóða og boða. Og ég vil nú trúa því að trúi mín hafi allan vaxið eitthvað og maður geri æ fleiri verk sem Drottinn er að boða eftir alla þessa áratugi. Maður á að læra með hverjum degi sem maður fær að lifa, því þá förum við, þá er þetta bara búið. Þá tekum við það sem við munni til. Þú trúir á Jesús og þá ferðu þangað. Þú trúir ekki á Jesús og þá ferðu ekki til hans. Þetta er mjög einfalt mál. En veikleiki manna, hann getur trúað hverju sem hann vill. Það er nú ekki að eiga þessa kirkju, þetta er ekki nema peningaplott og einhver æsingar þar. En þetta er heimurinn sem er að tala svona. Þetta er ekki raunveruleiki. Ég er búinn að vera inn í kirkjunni í bráðum 30 ár, eða yfir 30 ár. Ég hef aldrei orðið var við þetta, nema kannski einu sinni á þessum tíma. Ekki oftar. Dölin inn í kirkjunni, hún er bara búin að vera ánægjuleg. Í svona 99,9% tilvika. Þessar menn eru bara, já, vinnir, líður vel hvor innan á mannan. En það er alltaf skeif á einhverjum. Það er alltaf einhver sem er ekki alveg skátur og allir hinnir, segja það. Og þegar þessi kemur sem var með skeifu núna, bara hann brosir einn á milli og þá er einhver annar komið skeifu. Þetta er bara gangurinn. Akkurri, við vorum að tala veikleika. Sveiflur. Upp og niður dæmi. Ég er þessi maður. En ég þekki rétta kennslu. Hvað sem er á púlti eða á stundu sem maður er á. Eða náttúrulega upp úr orði Guðs bara beint. Maður þekki rétta kennslu. En er að berjast inn í sér við alls konar kringumstæður sem að, já, tosa mann og toga mann þangað og hingað. Eða reyna það. En maður auðvitað stendur í gegn þessu. Og maður gerir nú fátt annað en maður að standa í gegn einhverju svona en að bara standa gegn því. Þetta er líf mannsins. Þetta er það sem við erum að eiga. Það er líka, kæru vinir, alltaf að tala um þessa hluti. Það er bara að biðja aðeins minna og lofa Guð bara aðeins minna og svo framvegis. En þegar þú hefur ekki réttan grunninn, þá sérðu þetta aldrei svona. Biðja bara og lofa Guð. En að þú ert komið réttan grunn, þá sérðu tilgangi með því og ert þá komin á stað Páls, sem sagði, ég hertek hverja hugsun til hlýðnis við Krist. Fyrir Páli er Kristur lausnin í hvaða kringumstæðum, öllum. Hann segir að hann hafi verið sólarhring í sjó einu sinni. Hann segir nú reyndar ekkert meira frá
því hvað skeiði. Það getur vel verið að megi finna það einhvers staðar annars staðar. En sólarhringur í sjó, minn kæri, hlýtur að hafa verið hrikaleg staða. Og sólarhringur í sjó og eiga þessa trú til að sér verði bjargað er stórkostleg gjöf að eiga. Páll, hann sagðist hafa verið í sólarhring í sjó, bara á reki, en ég trúði hann hafa alltaf trúað því að honum verið bjargað úr þessum kringumstæðum. Og honum var bjargað, annars hefði hann ekki verið að segja frá þessu, löngu seinna. Alls konar aðstæður sem Páll var í, sem að vissi að Kristur myndi bjarga sér úr. En það má ekki varla líta á okkur nema með eitthvað skringilu augnar, þá erum við bara farin. Hvað er trúin? Sjáum ekki að við þurfum að byggja trúna líka. Prívat. Bara biðja þess meira, lesa þess meira. Þetta eru verk sem við viljum gera. Svona ytri verk. Það er alltaf að gera ytri verk, við þurfum þau. En ef við verðum líka að gera það sem trúin er að bjóða, og hvað býður hún? Þraukaðu. Það er nú eitt sem hún býður. Þraukaðu. Og lestu þessar sögur til að mynda Páll. Hann var í sjó í heilan sólarhring. Ætli hann hafi ekki verið farin að örvænta líf sitt þegar sólarhringurinn var svona að vera búinn. En eftir sólarhring þá var hann bjargað. Og hann hélt áfram að gera það sem hann hafði verið að gera. Ásamt öllu öðru sem hann lenti í og hann komst út úr því öllu. Af hverju? Númer 1 þá var Kristur með honum. Númer 2 þá átti hann til uppbyggða trú. Og uppbyggð trú, hvað gerir hún? Hún stendur á bjargi. Átt þú til þessa uppbyggðu trú? Ég bið Guð að þú eigir hana, já. Guð þekki hjarta þitt, annars svo þekki hjarta mitt. En þetta er eitt af því sem að lærist með tímanum. Þetta gerist ekkert bara með fingursmelli, við viljum að allt gerist þá með fingursmelli, en þannig er það ekki. Þetta er svona hægur og sígandi, hægur og sígandi uppbygging. Þannig er með trúna. Ég bráði 40 árum seinna er ennþá að vaxa í minni trú. Og get sagt margar góðar sögur þannig sé að ég vildi það af minni trú. Og fullt af sigra sögum þar sem maður sá bara drottinn inn í myndinni hvernig þetta leystist. Í smá og stóru. Þannig að maður gengur öruggur til verks. Og það er lista fyrir mér sem er nú oft, og þá veit ég samt að það kemur laust. Akkur, nú ég þekki Jesú. Hann hefur gefið mér svona trú og ég get alveg lofað ykkur því að ég hef þurft á hann að halda. Í mínu daglega amstri. Þannig að við höfum að læra það að þakka fyrir það sem drottinn er að gera. Það er önnur staðurinn þarna. Það er mögulegt að við myndum missa þetta frá okkur. Ef þú horfir út í heim, þá sérðu fullt af löndum sem leyfi ekki að Kristus sé boðaður. Til fullt af löndum í þessum töluðum orðum þar sem er beinlínis lífshættulegt að tala þetta nafn Jesú. En það er ekki á okkur. Það sem er kannski að angra á okkur er letin við að nennum ekki að mæta, sem er allt annað mál. Og við mætum að því við nendum því núna, þetta er að veikleika. Leti á þessu leti er ekkert annað veikleiki minn sem letin alveg bara stekkur maður nota okkur þetta, maður var ekki að fara á sund.
Þetta togstreitan í manninum. Og hvað heitir þetta öðru nafni? Jú, átökum milli góðs og ills. Það heitir það líka. Átökum milli góðs og ills. Þetta mun starfa með okkur á meðan við lifum. Ég held þú takir alveg undir þetta sem ert búin að vera við þetta áratugum saman. Ég eitt svo eini sem búin að vera lengi við þetta. En ég held að sagan að þessu leyti sé svipuð. Við efumst margt. Já, maður hlýtur að vera þar eins og það er. Og við erum ekki ennþá búin að henda hlaupaskónum. Við erum ofta að mæla á hlaupaskóna og maður ekki bara að fara í þá. En við erum nú ekki ennþá búin að klæða okkur í þá, þannig að við erum ennþá við þetta. Þannig að við erum að byggja okkur rétt upp. Við erum að vinna með þennan veikleik okkar. Til að hann sé ekki þessi svakalegi veikleiki, heldur pínulítill styrkleiki. Og þetta gerist, að við erum að gera þetta eins og á að gera þetta. Páll er með orðið inn í þetta, við vorum að tala um það áðan. Ég herti hverja hugsun til hlýðnis við Krist. Er hann ekki fyrirmyndur okkar að það vissu leyti? Jú, hann gerði þetta. Og ég lofa ykkur því, hann gerði þetta vegna þess að hann sá að hann þyrfti að gera þetta. Ég þarf það líka. Ekki nema ég álíti mig meiri mann en Páll. En Guð forði mér frá slíkri þvælu. Þetta er allt saman sett til okkur til varnar og sem verjar okkar vegna þess að við gætum alveg lent á öllum þessum stöðum þar sem vantrúin ríkir og ræður. Hvað er annað en að vantrú þegar við ákveðum að ég sleppi þessu bara að flagga fisk. Það er alltaf að flagga fisk og allt saman það, en þú þarft ekki endilega að sleppa trúni þú farir að flagga fisk. Bara flaggar þinn fisk í Jesú nafni. Þú þiggur laun fyrir að flagga fisk þó þú gerir það í Jesú nafni. Þannig að Jesú nafn má aldrei bresta. Það má aldrei fara. Það má aldrei hverfa. Ef það hverfur er að veikleika þínum og mínum. Er að því að þú hættir að berjast. Þú gafst upp fyrir veikleika þínum. Hann tók yfir, hann bara flæddi yfir. Þess vegna er átakasvæðið í hverju manneskju þessi veikleiki, þessi óskaplegi veikleiki sem að stuðar yfir svo litlu oft augnaráði, orði eða hvað sem það er og það er allt komið að staði þér eða mér eða okkur og svo framvegis, svo er nú eitt þessi höfnun. Hvað er hún annar veikleiki? Hver hefur hafnað þér? Allavega ekki ég. Og hver hefur hafnað mér? Allavega ekki þú. Ég veit ekki neitt sem í raun og veru hefur hafnað mér. Ég bara manna það ekki. Þannig að við sjáum að við erum að glíma við svo margt sem við ættum ekki að þurfa að glíma við. En hvernig ætlum við að losna við þetta? Við getum komið trúnni þarna inn í. Og hvað gerist þá? Þá lofum við Krist. Og þá erum við komnir á allt annað stað með okkur. Og þetta er eitt af því sem að Páll er að meina þegar hann segir ég herti hverja hugsun til hlýðnis við Krist. Hann reyndi þetta allt. Hann var ekki öflugri maður en ég. En hann vissi leiðina. Og meira, hann fór þessa leið. Hann fór þessa leið
að hertaka hverja hugsun til hlýðnis við Krist. Þetta er leiðin sem að Páll fékk. Þetta er leiðin sem Páll vann með og segir mér þessa leið því hann veit hvað gagnaði sér og hann veit að það mun líka gagnast mér. Að hertaka hverja hugsun til hlýðnis við Krist. Og það var sem kemur með því. Aginn til að mynda að byggjast upp á hlýðni við Krist. Og þó í þessum aga, trúarlega aga, venst við að koma á stundir, já, ef þú hefur nokkurn möguleika á því. Og svo framvegis. Þannig að þú ert fyrir margt löngu hættur að vera að velta því fyrir á ég að gera þetta núna eða ekki. Þú ferð bara og gerir það. Og ef þessi hugsun kemur upp, að hvort ég að gera þetta núna eða ekki, þá hverfur hún vegna þess að þú tekur þetta alvarlega sem þú ert að gera. Að taka þetta alvarlega er trú í verki. Og hvað viljum við? Trú í verki eða hipsum haps trú sem er stundum í þessu og stundum ekki. Það er engin trú. Ef þú ert svona hipsum haps í þessu, þá rótfestist aldrei þín trú með neinum réttum hætti. Með öðrum orðum, þú þarft að velja og þú þarft að stoppa. Það er lykillinn að mjög mörgu góðu. Þannig við sjáum að þetta snýst ekkert kennsluna. Auðvitað snýst þetta kennsluna. En þetta snýst samt meira þína ákvörðun frá degi til dags. Er hún byggð á veikleika eða er hún byggð á styrkleika í Jesú nafni? Er hún byggð á einhverju sem gerðist í gær og einhver var svo leiðilegu við í gær? Þetta er nú það sem við erum að glíma við. Eða er hún byggð á orði Guðs? Stundum er þetta orð Guðs, stundum er þetta að veikleika. Og þegar veikleikin kemur yfir, þá dregst yfir þessi þreyta og mæða og uppgjöf. Það fylgir með þessum veikleika. Þannig við sjáum alveg hvar átökin eru í okkur. Þau eru þarna. Og þetta á ekki við bara eina manneskju. Þetta á við okkur öll, en mun sá að við erum komin misjafnlega langt í þessum fræðum hvernig á að gera þetta. Ég hef orð Guðs, þú hefur orð Guðs, þar eru þessi fræði sem við getum notað. Þá getum við sagt eins og Páll, ég hertek orðið hverja hugsun til hlýðnis við, já, Krist. Er þetta ekki merkilegt? Mjög merkilegt og meira. Þú getur alveg farið þessa leið. Páll fór þessa leið. Og þú var að Páll var bara maður eins og þú. Sem átti til orðið alveg óbilandi og bifandi trú á Krist. Hvar er þú staddur þar? Er þetta ennþá alveg svoleiðis bara, já, ekkert molduðir í kringu þig, það má ekkert segja við þig, það má ekkert gerast neitt, þá þyrlast upp molduðir og fyrsta hugsun að hlaupa í gegnum þetta. Hvað sér út úr þessu? Það er engin leið. Allt saman hugsanir komnara veikleika mínum, og þú segir þetta með mér, veikleika mínum. Styrkur minn, alveg eins og hjá Páli, á að byggjast númer 1, 2, 3 á orði Guðs. Þannig fæ ég trú sem að bara er, já, gegn heil trú, og gegn heila trú, eða gegn heil trú, hún bifast ekki hvernig sem blæs á þig. Hvernig sem ástandið er í kringu þig, þá bifast hún ekki. Páll átti svona trú. Vil ég svona trú? Ég þrái að eigna svona trú. Á ég hana? Ég held ég nokkuð land með það. Þannig að ég hef markmið. Það er að eflast þarna. Og þetta markmið vil ég bera til þín, til að þú eignist fyrir þig svipað markmið.
Við byggjum líf okkar nefnilega á orði Guðs í Jesú nafni. En Konráð kveður og heldur þessu góða verki Drottins áfram. Já, sjáumst svo síðar.